Já, góðir gestir, góðir áhorfendur, við erum að fara að byrja þriðja leikinn í dag og þetta er leikur bikarmeistara Keflavíkur á móti KR. Við erum búin að sjá tvo leiki, 9. flokk stúlkna og 9. flokk drengja inn í morgun og nú er komið að stúlknaflokki og á eftir munum við síðan sína drengjaflokksleik. En þetta er leikur Íslandsmeistaratitil og það er uppkast og það eru KR-ingar sem að vinna boltanina eftir uppkasti. En Kamila Sól stelur honum hérna og Óni vildi hann ekki hjá önnuðingunni en hún sótti frákasti. Birna Valgerður, frábær vörn þarna hjá Eygló. Margrét Blöndal hérna sem ber upp boltann en hún kastar honum frá sér. Vel lesið á eitt seifu og hún fær villu. Hún fær villu og 2 skot. Og þetta var Þóra Birna sem að braut á henni hana. Byrja niður, þetta eru fyrstu stig leiksins. Og já. Eitt sefa örugg á vítalínunni, setur bæði niður. Þetta er hörku vörn sem að Keflvíkingar eru að spila hérna. Vel gert, æjæ. Ná ekki að klára þetta hana, hún Þóra. Kamila Sól með fyrst. Keflvíkingar að byrja hérna mjög sterkt. Sjáum hérna. Já, Eydís ef að brjóta. Margrét þá leiðin á vítalínuna. Margrét er einmitt fyrirlið KR. Kannski rennum yfir byrjunlið KRs. Númer 5, Þóra Birna Ingvarsdóttir. Númer 7, Jenny Lóisa Benediktsdóttir. Númer 8, Ástrós Lena Ægisdóttir. Númer 10, Margrét Blöndal, fyrirliði sem er hérna á vítalínunni og brenndi að fyrra skotunni og setur setna. Fyrstu stig KR og númer 13, Eygló Kristín Óskarsdóttir. Og Keflvíkingar aftur á móti. Þær eru hérna í sókn. Anna Ingunn. Og glæsilega gert hjá Önnu Ingunn en byrjunliðið hjá Keflavík. Það er númer 5, Þóra Birna Ingvarsdóttir. Númer 7, nei fyrirgefðu, ég er að lesa vitlaust. Númer 5, Kamila Sól Viktorsdóttir. Númer 8, Eygló Nanna Antonsdóttir. Númer 9, Elsa Albertsdóttir. Hún er jafnframt fyrirliðið Keflavíkur. Númer 11, Anna Ingunn Svansdóttir. Númer 12, Eydís Eva Þórisdóttir. Og númer 15, Birna Valgerður Benónísdóttir. Þetta var smá brusulegt innkast en það hafðist. KR heldur hérna boltanum. Nei, það var ekki lengi. Eydís Eva vel vakandi í vörninni hana. Og Anna Ingunn, nær ekki að snúa honum hana. En barátta boltan hana fer af Elsu og KR á þennan bolta. En þjálfari liðana. Já, Keflavík er það Hörður Axel Viljámsson og hjá KR er það Benedikt Rúnar Guðmundsson. Það er aftur stólinn bolti, Anna Ingunn hérna alein. Þetta lítur að vera, þetta er ofan í og það er leikhlé sem að KR tekur og við ætlum að hlusta á hvað Benedikt hefur verið að segja. Herru, nú erum við búin að gefa þeim boltan bara í hverju einustu sókn eiginlega, sko. Það er bara
hirða okkur boltan trekk í trekk og svo keyrum við inn í og hendum honum bara eitthvað. Við verðum að koma með einhverju alvöru skipulagi á þetta. Þóra, ert þú að fara að taka víkvött inn í mannin og opna þig eða? Eða ertu bara að koma að hlaupa beint og það er hlaupa? Já, við verðum að losa okkur þannig að við getum fengið boltan. Já, en það málið að Magga er komið svo langt. Hún er alltaf komin hingað og ég er að taka víkvött. Ég kem út, kalla boltan, það var Magga hér. Svo sendur hún boltan svo lengi á leiðinu að gefa kemur. Já, þið þurfum að vinna betur. Þetta er allt bara í kringum ykkur núna þessar fyrstu mínútur hérna. Og við getum rétt á Eygló hérna megin. Hægri megin. Þú veist, það er ekki svona reynt á hvorki sóknina né vörnina bara því að við erum að tapa honum með rétt bara fyrir innan miðju hérna. Já, hausinn á, koma. Og berjast. Já, þarna var Benedikt að fara yfir þetta. Ekki alveg ánægður með leik sinna stúlkna. Eðlilega. Staðan er 9-1. Það er búin að missa marga bolta. En sjáum hvort að, nei. Pressan í Keflavík, hún er svakalega erfið. Birna með þetta frákast og hún villar ekki og hún tekur bara annað. Kamilsson með frábæran snúning þarna, klárar þetta fyrir Keflavík. Já, Káringum tekst að komast inn upp völlinn. Þetta var nokkuð flott. Hún Þóra ekki alveg átt að sjá því kannski að það var autt fyrir framan hana, en hún fattaði að þið taka tíð og setti fyrstu körfuna í leik hjá KR. Hún er bara búin að skora vítalinni og það er önnur villa á Þóru hérna, hún er komið 2 þá. Sæll og blessaður, þessi þristur var að dýrar í gerðinni. Það er Anna Ingunn, það er mjög slæmt fyrir Káringa ef hún er í miklu stuðin í dag. Elsa gerir vel hérna, henni tekst að bjarga þessum bolta, ótrúlegt. Anna Ingunn geigar hana og Káringar eiga boltan. Já, þetta er svakalega erfið vörn hjá Keflvíkingum. Þær pressa svo fast og mikið og það er erfitt að leysa úr því. Káringar þurfa að gera aðeins betur. Það er svolítið mikið að dömum boltum hérna strax, fyrsta leikluta. Eygló og Elsa kemur bara og hjálpar. Frábær vörn hjá Keflavík. En það vill að, nei, skref. Kamilla Sól sem ber upp boltann hérna. Anna Ingunn, skref, já, ekkert allt og sátt með þetta. 16-3. Nú þurfa KR-ingar að gera sér brúk, það er bara þannig. Margrét, hvað ætlaði þær að gera hérna? Margrét aftur. Jájá, Elsa bara tekur boltan hann að henni. Anna Ingunn. Og hún klárar þetta. 18-3.
K-stúlkunar ekki alveg mætta til leik sinna. Eygló með þrist, þessi var nú leit nú ágætlega út. Hún getur skotið yfir flesta leikmenn. Eygló, gríðalegt efni. Elsa Birna, já, lúmsk þarna, finnur Eydísi galopna á vítalínunni. 23. Þeir eru farnir að geta komið boltanum upp allavega. Eygló reynir annað þrist en það gengur ekki. Birna á móti Eygló og vel gert hjá Birnu. Og við sjáum hérna hvort að þeim tekst ekki að gera eitthvað hérna núna. Þær þurfa að... Nei, þetta er bara ekkert að ganga. Þetta er ekkert að ganga. Það er bara þannig. En þetta klikkar á Keflavík líka. Það er ekki bara káningar. Og vill á Elsu hérna. Elsa Eydís, konum við sittur á villina hjá Keflavík. Það eru skiptingar. Og leikhlé. Og við skulum hlusta á hvað Benedikt hefur að segja hérna. Ekki það að vörnin sé eitthvað mikið vandamál hjá okkur. Þetta er allt, það eru bara að skora eftir okkar sókn. En við ætlum samt að reyna að breyta aðeins rytmánum í þessum leik. Fara í svæði. Þannig að við erum með Eygló hérna í miðjunni, Lofís og Möggu hérna, sikkur megin, Ástrós og Þóra uppi. Þannig að nú þurfum við að fá tal og læti og svona. Við erum ekkert að pæla í töflunni, við höldum bara áfram að spila hérna. Komum okkur hægt og rólega inn í þetta. En það þarf að, ef allir segja að það verður að vera tal, sko. Það bara verður að vera. Þannig að Magg og Lofís er duglegar að koma heim á kantana. Enga þrist á toppnum, enga þrist á köntunum. Þetta er einu skotin sem við leyfum að skjóta hérna. Við tökum alltaf kantinn fram yfir hornið. Þannig að ef þið eru að velja milli tveggja hérna, þá takið þið kantinn hérna og gefið eftir hér. En samt reynið þið náttúrulega að rótera síðan. Eru klárar? Já, áfram. Og það er nóg eftir þetta, það er ennþá fyrsti leikluti bara. Já, það er nóg eftir, segir Benedikt. Og það er alveg rétt hjá honum. En þær þurfa nú að fara að setja einhver stig á töfluna. 3,5 mínúta eftir af fyrsta leikluta hérna. Og 3 stig, það er ekki ásættanlegt. En hann ætlar að pröfa svæði í næstu vörn. Það reyna að koma einhverju stoppum á Keflavík-liðið. Eydís að fá hérna aðra villuna sína. Birna var með þennan, sá þennan koma úr órafélagið. Eydís í þristinn og það klikkar. Keflavík með frákastið. Birna í þristinn og klikkar líka. Það er hafa svo sem efna á þessu Keflavíkur stúlkur. 19 stigum yfir hérna í fyrsta leikluta. Það er ekkert smáræði. En það verður að ganga betur hjá KR fyrst mér þess að liðið á leiklutana að komast allavega í ykkur, þú veist, að byrja ykkur kerfi. Ekki bara missa boltan á miðjum velli. Sjáum hérna. Þetta voru 2 stig. Takk fyrir túkall. Ástrós Lena skoraði þau. Villa á Þóru Birnu. Og þetta er þriðja villan á hana. Elsa fer út af og Eva María Lúðvíksdóttir kemur inn á.
Kamila Sól. Þessi bolti allt og stuttur. Gætu bara valið hver vildi taka hann hana inn á tegnum. Það var gífurlega gott fyrir KR en á stigum hérna. Já. Þóra Birna setti þessa körfu. Hún þarf að fara að valleiða. Það slæmt að vera komið 3 villur í fyrsta leikluta. Heiðdís Kristín hann á stuttur og Eygló með frákastið. Margrét á meðvituð að Eva væri hana bak við hana. Villa á Birnu og tæknivilla á Birnu. Það þýðir ekkert að vera rökræði við dómarann, það er bara þannig. Skipting, Emma Sóldís kemur inn á fyrir Þóru Birnu. Vantalega eitthvað aðeins að hvíla hana, hún er með 3 villur. Já, Benna spyrja hvort það sé 1-2 skot. Meðan Hörður ræði við Birnu. Hún er ekki sátt við þetta en hún setur henduna niður hérna og heyrði að hún fór í boltan. En kannski eitthvað annað með. En þetta er ofan í. Það er Margrét Blöndal sem að setur þetta tæknivítiskot. Og það eru 2 skot sem að Lovísa fær. Jenny Lovísa á vítalínunni. Hún setur fyrra skotið. Og hún setur... Nei! Hann skoppar upp úr og Eydís með frákastið. Eydís fær smá pásu og Hjördís Lilja kemur inn á í hennar stað. Birna með langan tvist en hann smellur ekki og þetta er af Keflavík þannig að KR fár þennan bolta. Þær geta minnkað munin enn frekar hérna. Það er komið 6 stig núna í röð hjá KR. Það er nú flott að fá aðeins fleiri hérna. Allt galopið hérna. En hún er ekki að klára þetta en æi þetta var klaufulegt hjá Maríu. Ha. Jæja. Ég held þetta að vera KR-bolti. Það gerir að Keflavíkurstúlkur hérna. Kamila Sól. Og já, Birna. 3 sekúndur. Þetta sé alveg laukrétt dómarunum. Dómararleiksins Aðalsteinn Hjartarson og Sigurbaldur Frímannsson. Það eru bara gæði dómurum í dag, það er bara þannig. En þetta var KR að setja henni inn á körfuna. Það eru bara hægt og rólega að koma sér inn í hennar leik. Þetta hefði nú verið alveg til að kórna. En Keflavík heldur boltanum. María hana út á, nei, þessi bolti fer ekki ofan í hjá Ásthildi. KR-ingar fá hérna sénsinn að minnka munin enn frekar, það geta komið þessu undir 10 stig. Það setja körfi núna. Já, galopið hérna fyrir Margréti, 9 stiga munur. KR er komið inn í þennan leik. Þvílíkt comeback hérna í fyrsta leikluta. Þetta leit nú ekki vel út, 22-3. En þær eru búin að skora 9 stig í röð, að stela boltanum hérna, 11 stig í röð, 10 stig í röð fyrir ekki. En þetta var klaufulegt. Allan tíman í heiminum til þess að vanda þessa sendingu. 4 sekúndur eftir hérna að fyrsta leikluta. Og það er leikhlé sem að Keflavík tekur. Við skulum hlusta hvað Hörður hefur að segja.
Það eru 4 sekúndur núna. Birna hérna. Lovísa. Eva Lúvíks. Við erum með Hjördísi hér. Kamila hérna. Fær boltar, reyna að fá boltarna eins á ferðinni. Ok. Þetta tekur bara 1-2 drykk. Neglónum minn á Birnu hérna. Birna snýrði við, annarkvort sending hér eða skot sjálf. Eru það að fá að pressa, eru það ekki alltaf hér? Jú, það eru svona, þess vegna ætlar að fá hann á ferðinni. Þannig að mun eitthvað stíga upp á móti. Þannig að þú kemur hérna á milli, hér, og það er þetta eftir að opið. Trúðu mér. Ok. Og reyna að fá bolta bara sem næst miðjunni. Já. Hann Hörður teiknaði upp eitthvað kerfið hana. Og sjáum hvernig það gengur. Nei, það hafðist ekki og við erum komin í smá pásu á milli fyrsta og annars leikfjórðungs 22-13 Keflavík vil. Það var ansi slæmt hérna rétt fyrir svona 6 mínútur liðnar af fyrsta 6-7 mínútur liðnar af fyrsta leikluta. Það var staðan 22-3 Keflavík vil en það skoruð ekkert síðustu mínúturnar og það gerði hins vegar káringar sem bættu í 10 stigum og hérna komið sér inn í þennan leik með því. En það þarf meira til en góð jákvæða að Kárstúlkur eru komnar inn í leikinn, það eru komnar á stað. Þetta leit skelfilega út hérna bara fyrir örfáum mínútum. En stigastu leikmenn, það Margrét og, býttu nú við. Jú, Margrét og Þóra Birna hjá KR, þar með 4 stig hvor. Hjá Keflavík Anna Ingunn komið 11 stig. 11 stig hjá Önnu Ingunni og Eydís með 4 og Kamila Sól 5. En við erum tilbúin í annan leikluta hérna. Dómarinn einhver pæling með hver á að byrja með boltan. KR vann uppkastið. Boltinn endaði þar þannig að Keflavík lítur að byrja með boltan. Já. Það eins gott að vera viss um þetta. Það slæm mistök ef þetta fara á vitleysan aðila. En Keflavíkstúlkur, þær þurfa nú að fara að setja ykkur stig. Ekki búin að skora bara langan tíma. Og Anna Ingunn, hún nú efni í það að setja körfu. Það sendir ykkur henni yfir. Endar hjá Önnu Ingunni, meikla í sér og gerir vel. Fyrstu stig Keflavíkur í dágóðan tíma, það bara þannig. Ég skal fletta upp og þar stela boltanum. Já, sæll, ég að fletta hérna, Hjördís Lilja. Stal boltanum og klára þetta.
Benni brjálaður á hliðarlínunni, þjálfari KR. Já, þetta er eins og ég held, þetta eru svona 6-7 mínútur sem að KR skoraði ekki stig. Ja, 4 mínútur. Sömuleiðis Keflavík skoraði ekki stig í 3 mínútur. En þær eru búin að setja niður 4 núna í röð. Og þetta gekk ekki alveg upp hjá Jenný Lovísu. Fínn snúningur engu að síður. Anna Ingunn. Gríðarlegt efni þessi stelpa. Það vera ekki búin að spila mikið með Keflavíkur liðinu úrvalsdeildinni á tímabilinu. En aftur á móti var mikilvægur hlekkur í liði Grindavíkur sem að tryggði sér sigur í fyrstdeildinni, tryggði sér þátttökurétt í úrvalsdeildinni á næsta ári öllu heldur með því að vinna í úrslitakeppni í fyrstdeildinni. Já, boltinn fastur. Hver ætlar að sækja hann? Það er Gústurinn. Margrét. Nei, Hörður Axel. Mætir inn á sínu smá takta. Getur ennþá hoppað þó að hann sé komin í sumarfrí. En það er Örinn sem að segja til hvað lið á boltan. Og hvað var á þennan bolta? Káringar ekki mann að skora ennþá í öðru leikluta. Það væri kjörið, nei, ég ætlaði að fara að segja að það væri kjörið að þau stíg kemur hér, fyrstu stíginn í öðru leikluta. En þetta er svona svolítið eins og fyrstu leikluti, Keflavík byrja miklu betur og þá er í vesinni með að koma boltanum upp og já, þessi er farinn. Sem að bara upp boltan, Anna Ingunn í, já, þessi syngur í netinu. Anna Ingunn að hitta vel hérna í dag og með 16 stig stúlkan. Bara sjáum þetta fyrir Keflavík, búin að skora meira en allt KR-liðið samanlagt. Margrét hérna, finnur Jenný. Já, Karfa góð og 1 víti. Hún getur náðið 3 stiga sóknina, hún Jenný. Það væri nú aldeilis eitthvað sem að KR þarf á að halda. Hún klárar þetta, Jenný Lovísa. 5 stig, 6 stig hjá henni. Já, glæsilega gert. Lovísa Eiríks þannig að setja sín fyrstu stig fyrir Keflavík. Eitthvað vitlaust skráð töfluna held ég, var þetta ekki Lovísa Eiríks sem skoraði þessa körfu? Ja, Keflavík eru í sókn. Þessi er allt og hár og hann fer bara beint út af og KR á þennan bolta. KR-ingar ennþá svipaði fyrsta leikluta, bara komið 3 stig á móti
9 stigum Keflavíkur. Já, Anna Ingunn þar hleypur í gegnum þetta allt og setur niður 2 stig. Það eru leikmenn í báðum þessu liðum sem að ég gífurlega spenntur fyrir að fylgjast með á næstu árum. Nú þegar farnar að taka sín fyrstu skref í meistaraflokk, bæði í fyrstdeildinni og úrvalsdeildinni. Já, þetta bara eitt lítið flótskot hjá Hjördísi Lilju til að klára þetta. Nei, þetta var nú klúðurslegt. Klúðurslegt hjá Keflavíkurvörninni en Emma Sóldís vel vakandi. Þetta KR-bolti, nei Keflavíkurbolti segi. Eygló fær inn að smá pásu og Emilía Bjarkar Jónsdóttir var komin inn á. Og hún byrjar að hún sem brýtur. Já, Emilía fær þessa villu og Lófís Eiris komin á vítalínuna. Fyrra vítið það rétt leikur ofan í. Nokkuð vissum að þetta voru ekki fyrstu stigin hjá henni þó að það sé þannig á töflunni. Ég held hún að skora á hann. En ég geti það drátt fyrir mér. En bæði vítið niður í henni og Káringar. Aftur erfitt að komast yfir miðju eða það tókst og ekki lengi. Það döði ekki lengi og Anna Ingunn galopin í þristunum og hún setur þetta. Anna Ingunn, þvílíkur leikmaður þessi stúlka. Og það er báðar systurnar, Svansdætur. Næstu búin að stela boltanum með Margréti hérna. Jenny Lóisa, aðeins og langur. En barátta hérna, það er uppkast. Staðan 40-20. Það er skipting. Já, Keflavík, María er komin út af og inn og kom Bergey Gunnarsdóttir. Statti segir líka að Lófís Eiris sé bara með 2 stig. Þannig að ég hef kannski bara haft rangt fyrir mér áðan þegar ég sá hún að skora síndist það. Svo langt frá þessu því hann er svo gamall, sé illa. En Káringar hérna leiðin upp völlinn og Margrét fiskar villu hana á Bergey. Margrét setur fyrir að viti. Og setna vitið 40-22, það er önnur skipting. Það er Eygló og Nanna að koma út af og Anna Ingunn fær smá pásu. Hún er aldeilis búin að standa fyrir sínu, komið 21 stig hérna í fyrstu 17 mínúturnar. Þetta er þristur í lagi. Það er ekki slæmt að koma inn á og smetla í eitt svona. Eygló og Nanna gerði mjög vel hana. Og það er komið bónus. Það er að ræða það hvort það sé komið bónus.
Benni nær aðeins að tala við sína leikmenn. Komin einhverjum smá skilabóðum hérna. Og meðan dómararnir fara yfir að hvort það er komin bónus eða ekki. Skot réttur. Var þetta 5. villan eða hvað? Rittarborðið að fara yfir þetta. Nei, það er bara skot og þá er það hún Lovísa Eiríks sem að fer út af og inn á kemur hún Elsa Albertsdóttir. Ég ætla að fatta það núna þegar ég sé Elsu að Elsa er að spila með Grindavík, ekki Anna Ingunn. Anna Ingunn er hjá Fjölni í fyrstu deildinni. Ég var eitthvað að bulla með það áðan, en Anna Ingunn gífulega góð hjá Fjölni í fyrstu deildinni og Elsa líka verið gífulega góð hjá Grindavík. Þetta er svona bæði lið í gul og bláu og auðvelt að ruglast. Þetta var skrefið ekki. Það er þristur hérna, þessi stuttur og hann endar í lúkunum á Keflavíkurliðinu. Það er bara 3 mínútur eftir hérna öðru leikluta í þessum algjörlega, gjörsamlega óspennandi leik. Nema KR fara að gera eitthvað. Þetta er gífulega langur þristur. Þetta var bara, hún var bara hjá hérna, hún bara í valstúkunni þannig. Hún tók þennan þrist. En onni fór hann ekki. Nei, þetta gekk ekki hjá Bergey. Nei, fyrirgefðu henni Emilíu. Og þessi þristur ekki heldur hjá henni Eygló. Margrét í smáveginn hana. Og villa á Elsu. Já, Elsa að fá sína aðra villu. Þrí Keflvíkingar komnir með 2 villur. Eitt KR með 3, það er með minna. Engin teljandi villuvandræði nema kannski hjá Þóru Birnu hjá KR. Það er svolítið slengt að vera með 3 í. Já, hún kom með 3 bara eftir fyrsta leikluta. Eða í fyrsta leikluta. En hann er ekki búinn að brjóta mikið hérna og leið og ég segi það þá brjóta þær. Og það var Ástrásleina sem að fara þessu öllu. Aðskipting, Kamila að koma inn á hérna liði Keflavíkur. Hjördís Lilja fær sér pásu. Þetta fyrsta víti gekk ekki hjá Bergey. Annað víti ekki heldur en endar hjá KR. Elsa ekki ánum með sig hana. En ekki hún sem fekk villuna það. Nei, þetta var villa á Eyglóninu. Ágætt fyrir Keflavík. Margrét af vítalinni hérna. Hún setur þennan bolta. Og setna víti líka. 43-25, 18 stiga munur. 1,5 mínúta eftir af öðrum leikluta. Fyrri hálfleik. Elsa, vel gert hjá Elsu. Að setja sín fyrstu stig hérna í dag. KR já, þetta er athyglisvert. Þarna fær hún Eyglónana villu. En allar þeir eru að tala saman dómarir. En Jenny Lovísa krækir.
Já, það stendur og það er ásetningur. Ásetningur á Eygló fyrir að halda hana. Stöðva för Jennýjar að körfunni sem að, já, kannski á seinnabroti í rauninni. Hún brýtur einlega á Eygló eftir að Eygló brýtur á henni með því að krækja. Já, kannski kemur krækjan bara út af haldinu eða eitthvað, þannig að þetta er örugglega rétt hjá dómarunum. En Jenný Lovísa setur fyrsta vitið og annað vitið. Vel gert hjá henni. En eftir fyrsta leikluta var munurinn 9 stig. Keflvíkingar komust í 22-3 en leiklutin endaði 22-13 og spurning hvort að KR geta klárað þennan líka með stíl. Minnka muninn aðeins meira, 18 stig, það er ennþá svolítið bratt. Já, glæsilega gert hana, góð barátta í taunum. Og það er María Viti sem er komin inn á hann í liði KR sem að gerði vel. Elsa vel vakandi hana fyrir þessari stungu inn á Jenný Lovísu. Og þetta var Eydís sem að, já, það hafði ekki erindi sem erfiði hana. Og villa á. Villa á, já, Elsu, þriðja villan á Elsu. Og Kamilla Sól ekki ánum með þetta. En hérna kemur Birna Valgerður inn á fyrir Bergheim. Í liði Keflavíkur. Birna búin að fá góða pásu í öðrum leikluta. Þetta geta verið nokkuð fersk hérna. Já, vel gert. Jenný Lovísa vakandi hana og kemur þessu, blakar boltanum út og það er enda með stig hérna. Þetta var flott sókn hjá KR-ingum. Og búin að minnka muninn í 16 stig. Jenný að fá villu hana. Fyrsta villan að hana. Og Eydís að fyrra á vítalínuna. Fyrra skotið, þetta er örugt hjá henni. Og seinna skotið líka örugt. Aftur 18 stig, það er ekki skotklukka núna, það eru bara sekundunar. Það eru 10 sekundur eftir en núna. Margrét. Það er þurfa eitt gott skot, það má fara að koma núna fljótlega. Tíminn er að renna út og Jenný með þetta skot sem ratar ekki rétta leið. 47-29 er staðan í hálfleik. Stigahæstar í liði KR eru Jenný Lovísa og Margrét, báðir með 8 stig. En hjá Keflavík þá eru þetta, já, Eydís með 6, Kamilla Sól 5 og Anna Ingunn með stórleik 21 stig. En ég ætla að hvíla með þess og kem aftur sprækur í seinni hálfleik.
Já, þriðleikluti að hefjast hérna. Bolti inn á vellinum, það er að koma honum í burtu. Sem sagt, auka bolti, það þarf náttúrulega alltaf einn til þess að spila. En það er Káringar sem að unnu boltan eftir uppkast sem að byrja með hann hérna í þriðja leikluta. Og í þessu Káliði eru, já, allavega, já, Eygló með sín fyrstu stig. Það var nú gott fyrir Kári ef að hún myndi hrökkva stað og fara að setja eitthvað stig. En í þessu Káliði eru 2 stelpur að ég held. Og þetta sagt með án allarar ábyrgðar, alveg ábyrgðarlaust hjá mér. Ég held að séu 2 í yngri landsliðum. Anna Ingunn að bæta í hérna velvakandi. Þannig það er Ástrós Lena Ægisdóttir og Eygló Kristín Óskarsdóttir. Ástrós nr. 8 og Eygló nr. 13, báðar hér inn á núna. Það eru í yngri landsliðum. Ég hef nú haldið að mér finnst eins og Jenny Lóis að ætti að vera líka í yngri landsliðum, en það er kannski bara einhver vitleysa í mér. Anna Ingunn með sæll og blessaður fallegu þristur hérna, svaka bói á honum. Anna Ingunn er búin að vera á eldi, 21 stig í fyrstu 2 leiklutunum og hún fekk góða pásu, fekk að hvíla sig á bekknum. Sýnir það að hún hafði bara gott af því, kemur inn og skora fyrstu 5 stig hjá Keflavík. Og enn og aftur byrja Keflingar betur. Já, þetta bætir ekki úr skák. Og Keflavík heldur þessum bolta. En já, í liði Keflavíkur, það er að öllu meira, sko. Birna Valgerður Benundsdóttir, hún er í A-landsliðinu, takk fyrir Túkall. Hún er ekkert í yngri landsliðum neitt lengur. Hún er bara komin í A-landsliðið. En svo eru þannig Eva María, Kamila Sól, Hjördís Lilja, Elsa Alberts, Eva María Lúðvíks, Eva María Davís og Lúðvíks og Anna Ingunn. Þær eru allar í landsliðinu og hvort að Eygló Nanna sem er ekki inn á núna, held að hún hefði verið í allan úrtækinu. Þannig að það er ekkert smá landsliðshópur þessar Keflavíkurstúlkur. Það er bæði 18 og 20 sem á við í þessum stúlkum. Birna að fá villu hana fyrir að hoppa aftan á. Hún er að fá þá 3. villuna sína. Káringar leysa vel úr þessari pressu. Margrét Eygló Hagegar og Kamila Sól með frákastið. Elsa, hún fer upp í langan tvist. Það klikkar, Birna með frákastið. Dómarinn er eitthvað að ræða saman hana. Þetta er hún valla skot. Já, það er bara innkast. Ég er sammála þessu. Þetta var klár villa á Eygló en ekki skottilurinn. Þannig að þetta er bara rétt. Elsa óöppin þarna. Flott hreyfing hjá henni. Og hún bara misti að því að boltinn var að fara hana. Það er eftir að ná þessum. Og þetta er Keflavíkurbolti. Gengur illa hjá stúlkum hérna í byrjun. Og Eydís Eva setur hennar bolta niður. Lóisa. 5 sekúndur á skóklukkunni og þetta er vill á Kamilu Sól. Það er að fá þá 14 sekúndur.
til þess að gera eitthvað. Þetta var ekki mjög mikið í gangi í sókninni þannig að Ástralsliðin með innkastið. Finnur Margréti galopnaði hann undir en hún nær ekki að klára þetta en tekur boltan bara af Önnu Ingunni. Missir hann svo frá sér. Þetta er villa á Elsu. Elsa, er þetta fjórða villan á hana? Það er þriðja villan. Þetta er fjórða villan á Elsu. Elsa að spila hörkuvörnina, búin að vera að sanka að sig villum og er komið fjórar. Fara varlega að hún ætlar að spila eitthvað mikið meira hennar í dag. En ætlaði að fara ekki að koma skipting. Síðan að María Lúðsdóttir er klár inn á hliðarlínunni. Og þetta er alveg skelfilegt frákast sem að KR nær en missir boltann svo bara frá sér. Anna Ingunn stilur honum og nær ekki að koma honum á Kamilu Sól hana. Og þá skipting, Elsa fer út af og Eva kemur inn á. Það er bara mjög skynsamlegt. Fínt að eiga hana aðeins inni og þarf að hún villis út. Keflvíkingar að spila alveg gífurlega flotta vörnina á KR-stúlkur. Og skulum sjá. Nei. Eva vakandi nær þessum bolta. Kamila fyrir utan þryggjastælina en ákveður að, já, Anna Ingunn. Hún er búin að vera að setja hann, þessi fer ekki ofan í en flott frákast hana og Birna Valgerður klárar þetta. Eva María með flotta innkomu hérna og vel vakandi. Jenny Eygló með frákastið og hún klárar þetta. Þetta er karfa góð og víta auki. Anna Ingunn væntanlega að fá þess að vill á sig. Já, Anna Ingunn með þessa villu. Og hún klárar þetta. Þriggja stiga sókn hjá KR-ingum. Birna galopin var að setja hann en núna vill hann ekki niður. En eftir góða baráttu Eydís bara með frákastið. Og er þetta 3 skot eða? Já, þetta eru 3 skot. Skelfileg villa hana hjá Ástralsliðinu. Fyrsta ratar rétta leið. Eydís gerir gífurlega vel, hann fór og sótti þetta frákast af harðfylgni og beint upp í skotið. Ætla hún sveti þennan ekki. Nei, hún er mætt í frákastið. En dómarinn vildi meina að hún hefði farið á snemma stað. Mikill kraftur í Eydísi. Já, það leit vel út hjá Þóru, alveg þó til að sendingin kom. Kamila með opið skotana en það rátaði ekki rétta leið. Langur þristur. Frábær vörn hjá Evu. Og hún klárar þetta. Eva María Lúðvíksdóttir. Svo við ruglum en ekki saman við Evu Maríu Davíðsdóttir sem er líka í Keflavík. Eygló gerir vel hana, sækir þessa villu á Birnu sem er þá komið 4 villur og það er svo sem ekki góða fréttir fyrir Keflavík að bæði
Birna og Elsa séu með 4 villur. Nú fær Anna Ingunn að hvíla sig aðeins og Lovísa Íris er komin inn á. Fyrra skoti klikkar hjá Eygló. Eygló Kristín gífurlegt efni. En setna fyrir honi. Gaman að fylgjast með þessu stelpu. Ég sá fyrsta leikið með henni fyrir svona 2 eða 3 árum. Man ekki hvort það er. Og hún hefur tekið miklu framfyrir síðan þá og hún heldur áfram á sömu braut. Þá er þetta A-landsliðskona í körfubolta. Engin spurning. Þessi sending hjá Kamilu Sól svolítið erfið. Sérlega sérstaklega því að Eva María var akkurat að bakka þegar að sendingin kom. Margrét. Hún þarf að hafa fyrir því að fara upp með boltan. Þetta getur orðið ofboðslega erfitt og leiðilegt að standa í því að vera alltaf með mann á sér. Það tekur á. Þessi stelpur allar nýbúnar að spila undanúrslitaleik. Það eru ungar og hressar og fljótar að jafna sig. Það getur séð að í 4. leikluta hérna að það sé komin einhver þreyta í mannskapið. Kamila Sól með þetta frákast. Steig vel út hana. Það er flott vörn hana hjá KR. Umkringt hana 3 og Ástrós-Lena varði þetta skot. Hún hefði mátt klára þetta sniðskot líka. Svolítið þröngt færi. Þessi þristur, hann syngur í netinu, Lovísa Íris. Með 5 stig í dag. Og stefnir allt í Býtu nú við, hver var að fá þessa villu, segi ég nú bara. Já, ok. Það reytir sig að fá 3. villuna sína. Reytir sig að vera drjúg í dag, komið með 12 stig. 9 stig fyrir ekki 12, númer 12. Mikið darradansan inn í teignum en þar hefði henni Lovísu, hvað ætlar hún að gera? Spurning hvort það ekki verið brotið á henni hana. Lovísa Íris, nær þess ekki, flott vörð hjá KR. Margrét, þannig alltaf að hafa fyrir öllu en Margrét klárar þetta vel gert. Það kominn með 10 stig, það var hann stigahæst hjá KR-ingum. Jenny Lovísa næst með 9 stig. Aðrir minna. Sjáum hérna hvað Kamila Sól gerir. Já, þetta gekk ekki alveg hjá henni. Þetta var silkið mjúkt en kláraðist ekki nógu vel. Nei. Það klúðrar ekki svona sniðskotum. Þetta var slæmt. Galopið hérna. Galopið. Eygló með frákastið. Eva María náði ekki að setja þennan en nú var nálægt því. Margrét hana. Það er í baráttu við hver aðra hana. Uppkast. Já. Það er ekki Keflavík sem að á bolta núna. Kamila Sól fær smá pásu. Hjördís Lilja komin inn á. Það er fínt að skipta landsliðsmanni út af fyrir landsliðsmann. Þessi var hár og fallegur en onni vildi hann ekki hjá Lovísu Íris.
Þetta er ekki mjög samfærandi sókn í KR-ingum og þessi þristur og stuttur voru heppnar að ná skotið hana held ég bara. 63-38. Þetta gæti verið meira spennandi, ég verð bara að viðurkenna það. En það verður líka að segjast að Keflavíkurliðið er gríðarlega sterkt. Þær eru að klára, já, ég gerir nú bara fastlega ráð fyrir að það sé að fara að klára þennan leik. Það er innan við mínútu eftir að 3. leikluta og þá eru bara 4. leikluti og já, með einhverjum 27 stiga mun þá ætti það nú að vera býsna öruggt. En þær eru að klára þetta tímabil taplausar ef þær vinna þennan leik. Unnu alla leiki í öllum leikjum í deildinni og alla bikarleiki líka, eru bikarmeistarar og geta hér orðið Íslands og bikarmeistarar með því að, já, gera ekki einhverja glóríu hérna næstu rétt rúmu 10 mínúturnar. Þetta var fyrsta villan á Efumaríu. Þar eru hana Elsa og Birna Valgerður með 4 villur. En það er ekki að sjá á leikliðsins að það hafi allt að segja þó þær séu á bekknum þessa stundina. Margrét, setur seinna víti niður. Og engin skóklukka, það eru bara 8 sekúndur 7, 6, 5, 4, 3, 2 og þetta skot víðs fjarri hjá Efumaríu en það hefur ekki mikið að segja. 65-39 er staðan hérna. Já, ég veit ekki hvað ég á að segja. Ég bara auglýsi eftir að KR-ingar komi grimmar inn í 4. leikluta og gefa okkur gott sjónvarpsefni hérna. Þetta er ekkert svakalega spennandi að horfa á þetta svona. Margrét Blöndal og Jenny Lovísa Benediktsdóttir sem eru stigahæstar hjá KR-ingum. Margrét með 11 og Jenny með 9. Og það er ekkert breyst Keflavíkur megin. Þar er ein stúlka sem að trónir á toppnum með 26 stig. Thank you very much, Anna Ingunn Svansdóttir, að fara hamförum hérna í dag. Það er bara þannig. Eygló kom með 6 stig og 9 fráköst. Já, KR. Fínn leikur hjá henni. Boltinn gengur vel hérna og þetta var opið og fínt skot hjá Emmu Sóldísi en onni fór hann ekki. Og við erum búin að sjá að fyrstu 3 leiklutunum að Keflavíkur byrja alla leiklutuna betur. 8 fyrstu körfunar skuldlaust. Og já, ég veit ekki hvað ég að segja, 26 stig, það getur svo sem allt gerst í körfubolta en ég myndi halda að það væri býsna ólíklegt að við sjáum einhverja mikla viðsnúninga hérna.
Þessi rátar ekki réttalega. Nei, ekki þessi heldur. Fín vörnana en hún fær á sig villu, hún Lóis Eiris. Og þetta fyrsta villan hennar. Aldeilis magnið af villum sem Keflavíkurstúlkur eru búin að fá á sig. Það kostar að spila hörku vörn, það er bara þannig. Það er ekkert gefið með það. Hún setur fyrsta vitið, hún Emma Soltís. Og seinna vitið líka. Vel gert. Þetta er þó bara í fyrsta skipti sem KR-ingar byrja á einhverjum stigum í leikluta. Þessi rataði ekki niður. Já, Hjördísi Lilju. Já, má að bjarga sér svona. Eygló. Og fer hana út að vanta hún Emma. Þeim er ekki að takast að setja fyrstu stigin hérna í fjórða leikluta Keflvíkingum, en jú, Emma Soltís, fallegur þristur. Hún mætti hérna til að sanna sig. 4 stig í fyrstu 5 leiklutunum og er búin að setja 5 í fjórða leikluta. En það er þá 21 stig eftir svo 8 mínútur. Það er býsna djúpt. Og annars sáum við Evu Maríu Davíðsdóttur taka þetta skot. Hún er komin inn á fyrir lið Keflavíkur. Það er verið að skipta mínútunum hérna bráðulega. Villa á Hjördísi Lilju. KR-ingar geta því komið þessu undir 20 stig ef það er flott vörn hérna. Það er nýta sér þessa sókn. Eva María vel vakandi hana. Og slengja þessum út af. Og Margrét bætir í púkinn. Hún er komið 13 stig. Gífurleg dýpt í þessu Keflavíkurliði. Margar stelpur sem geta verið að skila mínútum og liðið kvelst ekkert fyrir það að ráði. En það eru KR-ingar sem eru hérna betri í fjórða leikluta. Enginn byrjunarliðsmaður hjá Keflavík verið hérna komið við sögu. Hér kemur Ásthildur Eva Olsen inn á. Númer 13 og Eva María Lúðvíksdóttir. Það er að hvíla sig aðeins. Þetta er komin niður í 16 stig. En 7 mínútur til stefnu aðeins. Og Keflavíkur ennþá eftir að skora í fjórða leikluta. Það eru ekki búin að vera að leyfa KR-ingum að gera neina glóríur og búin að fá fullt af fínum skotum svo sem. Ja, þó að það sé ekki að hitta þá hérna. Það er að taka ágæti skot. En það voru hérna
Það var Keflavík sló út Val Stjörnuna með sameiginlegt lið til þess að í undanúrslitum til þess að komast inn í dag. Það var öruggur 16 stiga sigur hjá þeim. Það var aðeins erfiðari leikur á milli KR og Grindavík. Ja, erfiðari, það var aðeins jafnari en KR eitthvað svo sem í yfirhöndina samt sem áður í allan leikinn. En það er unnu Grindavík með 9 stigum í undanúrslitum. En eins og ég sagði áðan, það var Keflvíkingar ríkjandi bikarmeistarar og ríkjandi Íslandsmeistarar svo sem líka í stúlknaflokk. Og þær hafa hérna tækifæri til þess að fara taplausar í gegnum tímabilið. 4, 3 sekúndur, 2, 1 og steig á línuna hana Eva María. Og það er skipting, það er hún Eygló Nanna sem kemur inn á í liði Keflavíkur og Ásthildur Eva þessi sæti. Margrét ber upp boltan. Káringar að spila bara býsna vel hérna í fjórða leikluta. Það er villa hérna. Það er skoruðu 13 stig í fyrsta leikluta og skoruðu síðan 16 stig í öðrum leikluta, 10 stig í þriðja leikluta og eru núna búnar að skora 10 stig og leiklutin ekki hálfnaður. Emma bætir við 11 stig hjá KR. Emma komin í 10 stig, skorar 5 fyrstu stigin inn á hann. 12 stig hjá henni í dag og 12 stig hjá KR í fjóra leikluta á móti stigalausu Keflavíkurliði. En við höfum ennþá ekki séð byrjunarliðsmann hjá Keflavík spila mínútu í fjóra leikluta. Og þetta til dæmis var alltaf leið skot, það var ekkert eitthvað þröngt eða erfitt en hann bara fór ekki ofan í. Og óöppin hana Emma Soltís skrifar bara biðjast afsökunar á því hvað þetta er óspennandi leikur. Það er bara þannig, þetta er bara örugt hjá Keflavík og þó að Káringar sé búin að spila fanta körfubolta hérna í fjóra leikluta á móti kannski hérna móti leikmönnum sem að eyða meiri tíma á bekknum heldur en þær myndi kannski gera ef leikurinn var jafn. Þá skipti það bara engu máli vegna þess að munurinn var það mikill. Það var 26 stiga munur fyrir fjórða leikluta. Þetta var Jenny Lovísa sem var að koma sér í 11 stig. Jenny og Margrét búin að vera fínar svo sem í þessu leik og frábær innkoma hjá Emmu Soltísi fyrir Káringa. Ein sekúnda og skóklukkan glimur hérna. Þessi sótt tók á langa tíma. En það eru bara 4 mínútur og 17 sekúndur eftir og 14 stig sem að Káringar fyrir að sækja. Það er eftir með að trúa því að Keflvíkingar sé að fara að tapa þeim öllum. Keflavík aðeins skora 2 stig í þessum fjóra leikluta. Bæða vítalínu held ég.
En já, nú Hörður að kalla á byrjunarliðið. Það ætlar að leyfa þeim að klára hennar leik. Oft þannig að bekkurinn fær að klára síðustu mínútuna, en það fengur hún aldeilis að spreyta sig hérna. Búin að vera að fá tæpar 7 mínútur til þess að spila hérna í 4. leikluta. Og KR, þetta Karfa góð og villa á Eiglónunu og Jenny Lovísa kemur þessu ofan í. Getur ná að þriggja stiga sókn og ef hún gerir það þá þetta 11 stig sem að ég ætla samt að segja að séu mikið, en við skulum heyra hvað Benni hefur að segja hérna, hvort hann hafa einhver ráð. Það er að koma inn á hana aftur, fyrstu 5 hjá þeim. Við erum áfram í 2-3. Við ætlum að taka 2-2-1 hérna, hér. Hafið þið spilað 2-2-1 áður? Og þetta bandsvæði hérna, ég veit að við höfum ekkert eftir þetta en okkur liggur á, því við erum í svæði. Þetta er bara sama hérna, þetta eru þá þessar 2 fremstu hérna. Hérna Emma og María, Lovísa og Magga og Emilia hérna. Þetta er Emilia hérna. Þið dettir svo bara hérna niður hérna og þið hérna. Þið sem eru fremst hérna, þið lokið og kemst enginn inn á þetta svæði hérna. Þið sendir boltan hérna, leiðum að dribla hérna upp. Þið komið hérna og lokið og trappið hérna. Herru, erum við ekki að taka þetta bara? Koma! Og berjast! Það er ekki þín hugmynd? Jú. Já. Eigum við ekki að taka þetta bara? Mér líst vel á þá pælingu hjá Benna. Hann var aðeins að stokka upp hana í svæðisvörninni. Þetta er ekki alveg byrjunarliðið að Keflavík sig. Sé að hún Eva María Lúðusdóttir sem búin að eiga mjög fínan leik hérna inn á í staðinn fyrir Eiglónunu. Þannig að þetta 4 byrjunarliðsmenn og auk Evu Maríu sem svo sem komið með slatta mínútum minni haldi. Birna, þetta gengur ekki. Og 10 stiga munur. Þannig að 3 mínútur eftir. Og Margrét, hún búin að vera að puða allan leikinn. Með varnarmenn ofan í sér. Já, sæll og blessaður. Ég trú ekki ég sé að segja þetta. Erum við að fara frá leik. Jenny Lovísa komið sér niður í 7 stig. Sóknarvilla á Birnu. Birna að fá 5. villuna sína. Og ég bara sá þetta ekki. Ég sá þetta ekki. Ég sá ekki bakgrindinguna sem dómarinn sá. Og þetta er gífurlega erfitt. Pressa allan völlinn. En þeim tekst að leysa úr því. Á, skref, dæmaður. Ég ætla að sjá hérna. Ég langar að sjá þessa 5. villu aftur. Að leita henni sem sagt. Nei, það hún var komin áður en að ég náði að opna spilarann hjá mér.
En, já. Það eru áhorfendur, eru teknir, farin að taka við sér hérna. En ef þessi fer ofan í, nei. En það ná, nei, jú, nei. Þvílík barátta boltann hérna og þetta uppkast. Og það eru Keflvíkingar sem eiga boltann. Ég var að tala um það áðan, ég var ekki viss hvort að hún var í landsliði. Ég held hún sé ekki í landsliði, yngralandsliði, og ég bara skil það ekki. Og saman ber bara þessi leikur. Hún er búin að vera svakalega góð. Hún er stigaðist hjá K-liðinu og hún er eiga mjög fína leikina. En hérna kemur Kamilla Sól. Kamilla, þetta gengur ekki. Og Elsa, ég ætla rétt að vona hann ekki meitt sig hana, hún heldur um öxlina og KR hápar vörn. En það er ná að klára 8 stig, þetta er mínúta 70-62 og Keflvíkingar, já, Elsa bendir Kamilla á að róa sig bara. Þær þurfa bara að spila þetta hægt og rólega. Elsa nær þessum bolta ekki. 49 sekúndur, 8 stig og það er leikhlé. Og KR tekur það. Við skulum hlusta á hvað Benni hefur að segja. Við fáum hann á sóknarhelmingi. Við þurfum snöggt skot. Og svo verðum við að vera mættar. 2 fremstu hérna. Þessum hérna og hér. Og þess að tvítdekka bara fyrsta tækifæri. Það verður svona þess að tækifæri. Já, þess að hingað. Þú veist, þið verðum að mætta það sem við erum búin að leggja upp með hérna. Svo senda þær hingað og við getum lokað, ég og Magga. Já. Gerum þetta núna. Það er lítið tími til stefna. Ekkert svigrúm til að gleyma þessu núna lengur. Herðu, í þessari sókn hérna. Þá förum við í 2 baseline. Já. Og Emma tekur hann inn, ætlum við ekki hérna hinum meginn hérna. Emma tekur hann inn hérna. Lovísa. Emma, hérna bara eins og við gerum hérna, reynum að fá hann hérna í leið uppi hér. Og svo er það hérna Emilía sem skrýnar sig hérna fyrir Lovísu, tekum á lobbunu hérna. Og Magga býður sig hérna bara uppi. Ef við náum ekkert úr kerfinu, þá kemur þú hérna bara, þú ert frílansinn hérna sem er ekki með neitt hlutverk. Þú kemur hérna upp, farðan hérna, biður skrín og fyrir beint í boltapikk. Og berjast. Já. Benni að leggja upp kerfi fyrir þessa næstu sókn. 8 stig og 50 sekúndur, það er svakalega erfitt. En ég er ánægður með þessa baráttu hjá KR-ingum, en þetta var ekki gott. En, jú, Keflavík heldur þessum bolta, Kamilla Sól gerir vel. Nei, jú, hún heldur. Það er hörku baráttu hérna, hver fær þessa villu, það koma nokkur til greina. Já, það er Ástrós-Lena sem að fær þessa villu. Þriðja villan á hana. Engi KR-ingur í neinum villuvandræðum. Birna Valgerður búin að fara út af með 5 villur. Já, Keflavík. Og það er aftur leikhlé. Og við skulum heyra hvað Hörður hefur að segja. Kamilla. Við erum með Evu. Elsu, Eydísi, Anna hér. Ok. Eydís, vá, allt Eva, Elsa, Eydís. Kemur hérna megin Eydís. Ok. Ef þú ert ekki opinn hér þá verður að fara í burtu svo. Anna hér við lokum. Ok. En það var skot strax? Nei, við erum að fá bara boltan inn. Já, og slaka. Og
hérna, ef þetta ekki, gengur ekki, þá flassar þú á boltanum hingað, að boltanum, færða. Fáum inn, nei, reynum að gefa hann strax í burtu. Reynum að eyða tíma. Anna, ef þú nærð boltanum hérna og hún eftir, hlaupt í burtu frá henni. Og bergst. Já, Hörður að teikna upp innkastkerfi hana. Hann vill tryggja það að þær komi boltanum inn og svo er að eyða tíma. Og það er einmitt það sem þú átt að gera þegar það eru 16 sekúndur á klukkunni. Ja, skotklukkunni öllu heldur, 37 á leikklukkunni og þú ert með 8 stiga fórustu. Anna Ingunn. Ja. Margréti tekst að brjóta á henni. Vel gert hjá Anna Ingunni. Eytti hana 5 sekúndum í bara eitthvað drepl. Og hún er þá að fara á vítalínuna. Anna Ingunn Svansdóttir. Þvílíkur leikur hjá þessari stelpu. Við tala 26 stig, 27 stig, hugsanlega 28 núna. 28 stig hjá henni í dag. Og að öðrum Keflvíkingum ólöstuðum að þá er hún maður þessa leiks, það er bara þannig. En þetta var Kamilla Sól að fá sér villu hana. Það eru svo grimmar Keflavíkurstúlkur í að reyna að stela boltanum. En algjör óþarfið þannig, það er bara hægt að leyfa KR að taka góða sókn. Og það er langa sókn, öllu heldur, ekki góða. En Margrét gerir vel, setur þetta og þetta er ennþá 8 stig og Anna Ingunn driblar hérna fram eftir öllu. Margréti tekst að brjóta á henni. Þriðja villan á Margréti. Gífurlega flottur leikur hjá henni. Margrét Blöndal og Jenny Lóisa Benediktsdóttir. Klárlega svona ferskastar í annars frekar slöppu liði KR-inga. Ja, Emma Sóldís líka, ég ætla að gefa henni props fyrir það að hafa átt frábæra innkomu hérna. Kom á bekknum og var bara grimm. 11 stig á henni í dag. Og við erum komin á síðustu sekúndunar, það er engin skotklukka, það er bara leikklukkan eftir. Hún segir 7,9 sekúndur í þessu broti. Og Kamilla Sól fer á vítalínuna. Þrjátíu stig hjá Önnu Ingunn. 30 stig. Það er svakalegt. Kamilla Sól setur setna viti niður. 11 stiga munur, 5 sekúndur, 4, 3 og Elsa kemur og slær þennan út af. KR-ingar eiga boltan með 1 sekúndu eftir og það er 11 stiga munur. Því ljóst að endalega er hægt að slá því föstu að Keflavík eru Íslandsmeistarar í stúlknaflokki og við óskum þeim að sjálfsögðu til hamingju með það. Íslands og bikarmeistarar, svo því sé haldið til haga. Taplausar í vetur, þvílíkt lið, það er bara þannig, þvílíkt lið. Og sáum það þó að gæðinu aðeins kannski slakna hana með varlið inn á að þá voru það samt sem áður að spila fína vörn og ná sér í opið skot, það voru bara ekki að setja þau. En stigahæstar hérna í dag hjá KR er það Jenny Lóisa með 16 stig og 9 fráköst, 4 stoðsendingar. Emma Sóldís 11 stig, 5 hérna fráköst og 2 stoðsendingar. Og Margrét Blöndal, hún var, já svona, skulum segja, hún hafi verið best í liði KR. 15 stig, 10 fráköst og 6 stoðsendingar. Það er nú bara aldeilis flottar tölur.
hjá Keflavík. Þá var skulum sjá Kamila Sól með 9 stig og Eydís Eva með 9 stig líka. En það var Anna Ingunn Svansdóttir sem er hiklaust maður leiksins og setti 30 stig í dag. 30 stig. En enn og aftur þá óskum við Keflavík til hamingju. Við erum að fara að horfa á eftir rúmar 20 mínútur úrslitaleik í drengjaflokki og þar Þór Akureyri og Fjölnir sem eigast við. En við ætla að leyfa myndunum að tala bara hérna. Fylgjumst með KR-ingum fá silfrið og Keflvíkingum taka við gullinum. En ég heiti Þormóður Logi og þakka fyrir mig. En séu ykkur eftir 20 mínútur eða svo. Formația Românești,